Seinni partur kvölds, svona rétt eftir kvöldmat. Það keyrir eitthvað út af eyju. Það er nú að kjafta eitthvað í bílnum. Fer hérna upp skólaveginn. Nýbúinn að borða, henta í Kirkjuvegurinn. Sólin að setjast í vestri. Hvað ætli séu margir hættir að tala svona? Maður bara orðinn gamall kall. Þetta er vestur. Farðu norður fyrir húsvegginn og athugaðu þar hvort þetta liggi þar. Ég sett þetta, já ég held fyrir austan. Nei, það er fyrir norðanvegginn. Hún hefur hlustað svolítið á einn gaur í Ástralíu. Það er mikið að tala Christian performance. Það sem að trúarlífi gengur út á það að leika eða perform. Það er sem sagt bara trúarbrögð klædd í kristilegan talsmáta, skreytt með guðsorði, setur menn bara í fjötra. Gott að það eru mjög margir sem að halda þeir sé ekki í slíkum fjötrum. Þeir eru með þungt ok í staðinn fyrir að ok Krists er létt og indælt. Ekki ótti, ekki skyldur, ekki jafnvel þú missir af einhverri bænastund eða eitthvað, þá fyllist þú ekki sektarkennd sem að trúarbrögðin gera, eða svona Christian performance. Ágætt orðið, ég veit ekki hvaða íslenska orð maður hægt að nota. Frammistaða. Performance er svona eins og í leikriti. Standa sig vel. Og þannig eru margir kristnir, þeir standa sig vel. Þeir gera allt rétt. En hjarta þeirra er langt frá Guði. Þeir eru bara í þrældómi. Maður var þannig sjálfur mjög mikið. Maður talaði rétt á orðin og maður var ekki einlægur eins og barn. Til dæmis að þegar manni liði illa þá sagði maður það ekki. Þegar maður með vantrú þá sagði maður það ekki. Það var ekki einlægur. Það er bara fjöldi kristinna manna eru þannig. En maður er ekki að tala illa líkama Krists. Það heldur frelsið í hjartanu að þekkja hinn eina sanna Guð. Þann sem að hann sendi Jesú Krist. Og hann sé vinur þinn. Þú óttast hann ekki. Heldur ert þú hans og hann er þinn. Það er hið rétta trúarlíf. En að vera í stöðugum ótta hvort þú hafi brugðist og þá komi eitthvað vont fyrir þig, veikistu eða eitthvað, þá sé Guð að haga þig, tekur að sér hvern son og hagar hann. Þetta trúarbrögðin eða trúarbragða kristnin, hún skreytir sig með slíkum ritningarstöðum að vanrækið ekki safnaða samkomur eða þá er maður með bullandi samviskubit ef maður er að sinna ykkur öðru. Þetta er ekki trúarlíf, þetta er ekki trúarlíf sem ég vil. Ég snúi frá þessu. Það er einhver bíll fyrir aftan mig og ég keyri greinilega ekki nógu hratt. En maður felur sig í Guðs hendur. Hún þarf ekki að óttast, hann er faðir hans. Hann er Abba faðir. Ég ætla að flýja þennan bíl. Æðibunnugangur í honum. Ekkert stress. Hérna er mjög skemmtilegt að labba.
getur maður tekið jafnvel lotugöngu, farið einn hring rólega og annan hring hratt. Ég geri það stundum, tek 1,5 tíma. Ég ætla að taka smá rölt hérna. Tek hérna smá rölt yfir þessa brú, yfir tjörnina. Fallegt hérna maður. Það er gott að vera aldrei einn. Hvíla í Guðs hendi. Ég er aldrei einmana. Hann er alltaf með mér frá því ég vakna alla nóttina. Óttast hann ekki. Af því að hann er faðir. Hann er kærleikur eins og móðir elskar barnið sitt. Og hann myndi aldrei gera mér neitt illt eða láta mig finna til að ástæðulausu. Ég fel mig í hans hendur. Það er dásamlegt. Hann er 71 árs og 20 þegar ég gaf Guði líf mitt. Og ég er ekki undir oki eða þrældómi eða skyldum. Nei. Það er dásamlegt að vera aldrei einn. Sama hvað kemur fyrir og ég stríði veröldinni. Hann er konungur alls heimsins og allt sem á jörðinni tilheyrir honum. Skyldi hann ekki geta séð sá sem plantaði augað? Skyldi hann ekki heyra sem að bjó til eyrað? Jú, svo sannarlega. Það er ekkert mál fyrir hann. Eins og einn sagði að hvernig í óskorun mátti Jesús hafa breytt vatn í vín. Ef hann á annað borð bjó til vatn, þá er ekkert mál að bjóða til vín úr því. Hann er Guð sjálfur. Hann var í formi þegar hann var hér. Íklæddist holdi, gerðist maður okkar vegna til að ná til okkar. Það er öðruvísi en öll önnur trúarbrögð. Og hugmyndir manna það nálgast Guð. Það er aldrei svoleiðis. Kristnin er einstök. Því hún er sannleikurinn. Jæja, þá er ég komin aftur inn í bíl. Best að tíja sig bara heim fyrir að koma að við að maður fara að pakka niður á morgun. Fara til Budapest, klára í mig geiflurnar, smá brotnaði ein og losnaði önnur. Ég vil láta þá gera við þetta með rétt þeirra aðferðum og efnum. Þannig að ég þrauka þetta svona. Það er einkennilegt að hugsa til þess að sumir álíta það að þeir séu á þessari jarðarkúlu, pínulítill títuprjónshaus í alheimi, þeytist bara áfram. Það er eins og þeir bara sætta sig við það að þetta sé bara stjórnlaust. Þau veit ekkert hvað gerist. Og þeir eru á þessari kúlu og þeir eru bara að loka hugsuninu um það að þetta sé eitthvað ógurlegt. En þetta er hræðilegt að vera einn í veraldargeimnum á einhverju kúlu sem að þeytist bara á ógnarhraða, snýst í hringi og þetta bara gerðist svona. Nei, það er höfundur, stórkostleg hönd sem heldur á þessu og mun leiða öll verk til dóms. Allt sem framkvæmt hefur verið og sagt þurfa menn að standa fyrir. Og Kristur kom og bauð mér sættir að synd mín væri hulin, þurrkuð út, kastað í hafið, í gleymskunarhaf. Og ég kæmi ekki til dóms ef ég tryði á hann. Það er stórkostleg hugsun. Vitandi það, köttur verður ekki dæmdur fyrir að veiða mús. En maður verður dæmdur fyrir að veiða aðra manneskju og
hana niður. Þannig að hver einasta manneskja svo yfirgengilega öðruvísi en önnur sköpun af því hún hefur frjálsan vilja. Og af því að frjálsan vilja til þá er til kærleikur og þá verður að vera til dómur og eitthvað réttlæti, hvað sé rétt og rangt. Og í hjarta hvers einasta manns er vitneskja, vitund hvað sé rétt og hvað er rangt, þó það sé mismunandi sem menn kæfa það niður, sem þeir vilja kannski ekki vita, vilja gleyma því hvað er rétt, því að þeir hafa aðrar hvatir. En manneskjan hefur frjálsan vilja, hver einasta skrefi sem hún tekur velur þú sjálfur. Það er frelsið sem menn hafa, það er þetta dásamlega jafnvel þó að dýrin sýni það sem við höldum að sé kærleikur, það er bara í raun og eðli. Svo hundur, hann hefur bara eðli til þess að vera í hóp og virka þannig, og þegar hann hefur húsbónda þá er hann trúr og tryggur, en það er ekki svona kærleikur eins og við milli vina hjá mönnum. En menn svona halda að þetta sé alltaf þróast, kjaftæði. Í upphafi skapaði Guð hlutina og þegar hann var búinn þá sagði hann þetta er harla gott, fínt hjá mér, nú ætla ég að hvíla mig. Og þá undir lokin á 7. degi skapaði hann Adam og vakti hann og sagði, jæja Adam, nú er öll verkin búin, nú skulum við hvíla okkur. Hvað? Nákvæmlega sama í Kristi. Hann gerði allt, gekk frá öllu. Ef þú gengur í faðm hans, þá gengur inn í hvíldina hans og hefur ekki þurft að gera neitt. Það var búið að gera þetta allt. Það er alveg einstakt. Svona kennir Guðsorðið manni hvað það er að trúa og eiga þennan stórkostlega föður.